Sjávarleður á Sauðárkróki hóf að súta fiskroð fyrir 20 árum og liggur gífurlega mikil þróunarvinna að baki þeim árangri sem náðst hefur á þessum tíma. Fyrirtækið er eina sinna tegundar í Evrópu og var fyrr á árinu útnefnt sem sútunaverksmiðja ársins. Fiskleður hefur heillað hönnuði margra heimstæktra vörumerkja eins og Prada, Dior og Nike og nú síðast danska fyrirtækisins Woden, en aðalhönnuður og eigandi þess vann áður hjá Echo. Þetta búið að vera í vinnslu dálítinn tíma og það helgast náttúrulega áhuga eigandana á því að gera eitthvað öðruvísi, vera ekta skandinavískir, nota sem sagt skandinavísk efni og skandinavískar vísanir í sinni hönnun. Fyrir hvað stendur þetta Woden? Work out of Denmark. Þeir leggja mikið upp úr því að vera með alvöru efni í sinni vöru. Og alvöru efnið í þessu tilfelli roð frá þér? Já. Já. Við erum búin að vera í sambandi við þá á vel á annað ár og þetta er meðganga á þessu öllu saman. En nú er afurðin komin í búðir síðan 11. nóvember. Reyndar bara í örfáa búðir því að hann kann sína vinnu og gerir svolítið úr markaðssetningunni og setur þetta bara í valdar búðir fyrst, en síðan kemur þetta í alla búðir, Woden-búðir í vor. Og þessi hann sem þú ert að tala hver er hann? Hann heitir Karsten Holm og hefur verið í skóbransanum lengi. Núna, hann hefur unnið bæði hjá Hummel og Echo og á að kunna sitt fag í þessu, gerir ég ráð fyrir. Og það er ekki tilviljun að hann er að velja þetta? Nei, þetta er útpælt og þessi collection, hann kallar hana North Sea Scandinavian Sneaker sem undirtitill. Fiskileður, er eitthvað garantí fyrir því að það blotna ekki gegn eða hvaða eiginleikum er það búið? Í sjálfu sér ekki, fiskileður er ekkert frábrugðið öðru leðri þegar er búið að súta það. Nei. En að öðru leyti því að það er mikið sterkara. Það eru mjög litlar líkur á að þessi skór verði mjög ljótir fljótt vegna þess að leðrið er svo sterkt og eins og hreistuvarsarnir sem að sjást nú svona aðeins á þessu þegar maður kemur nálægt í að þó að sé nuddað á þessu þá rifnar ekkert upp, þeir bara eru svona. Sumir segja að verði bara flottara þegar öllítið farið að súskast og verði meira svona röff. En eftir hverju eru hönnuðir að sækjast? Þeim finnst mjög eftirsóknarvert að geta notað náttúruleg efni. Í rauninni eitthvað sem að kemur, sem er endurnotað. Eitthvað sem að er rusl kannski í augum annarra, er samt hágæða og klassískt og flott. Og eins og leðrið okkar er náttúrulega bara, kemur frá matvælaiðnaðinum og er bara rusl en við búum til leður úr því og þá er hægt að finna náttúruna saman við hönnun. Og það er það sem það er kannski grunnurinn að þessu öllu, þau vilja það. Já. Og er einhver munur á íslenskum og erlendum hönnuðum hvað þetta varðar? Nei, ekki beint á hönnuðunum sjálfum, heldur bara kannski, hvað þau eru að fara að hanna. Við erum alltaf með 4 tegundir sem við framleiðum af leðri og þau hafa öll sitt svona einstaka lúk. Hlýrin hann er með sína sérstöku doppur sem koma bara frá náttúrunnar hendi og ef þú vilt fara í mjög svona smooth eða mjúkt og elegant og lúk þá er laxinn algjörlega málið. Ef þú vilt svolítið rock and roll, svona í hönnuna, þá ferðu svolítið í þorskinn af því að hann svona gefur þannig lúk. Hann er rockarinn? Hann er rockarinn svolítið. Og svo er karfinn með svona miklu svona, hann er svona starri og með starri vösum og svona meira efni sem þú færð í rauninni úr til þess að hanna. En segðu mér bara fyrir ykkur, nú er fyrirtæki búið að gangi gegnum svona öldusjó og hverju breytir til dæmis þetta, svona ná svona sammenningu? Þetta gefur alltaf möguleika á mikið meira magni. Þegar við erum að tala um eitthvað sem fer í almenna dreifingu frekar en nokkur pör, eins og við erum að tala um stundum með hátískumerkin, þá erum við að tala um mikið meira magn. Og við höfum eftir að sjá þetta, en þetta lítur vel út. Og við erum bara bjartsýn á að þetta getur skipt okkur miklu máli. Nú spyr sjálfsagt einhver sem horfir á okkur, er ekki hægt að fá þetta í Íslandi? Ekki ennþá, allavega. Nei.
En það aldrei að vita nema okkur tekist að vekja áhuga einhvers á að vera með heildsölu á Íslandi. Já. Við vonumst bara til þess. All God's children took their time.